Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 28. febrúar árið 2023. Settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta bæjarstjórnarfundur númer 1369 og mætt eru til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Valgarður L. Jónsson sem hér talar, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf Ása Skarstað, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Jónína Margrét Sigmundsdóttir og Kristinn Hallur Sveinsson. Einnig sitja fundinn þau Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, og Valdís Eyjólfsdóttir sem verkefnastjóri og sér hún ritin fundagerðar. Og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá, málsnúmer 22.10.169, endurskoðun á reglum, lögmannskostnaður í barnaverndarmálum. Að ræða drög að endurskoðun reglum greiðslu lögmannskostnaðar við vinnslu barnaverndarmála sem hér lögð fram til afgreiðslu bæjarstjórnar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. febrúar síðastliðinn reglur Akraneskaupstaðar veitingu fjárstyrks vegna lögmannsaðstoðar, samanber 47. grein barnaverndarlaga nr. 80 frá árinu 2022 og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Hér liggja þessar tillögur að reglum fyrir og orðið laust þær. Og það bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson sem orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og það sem á hlýða. Hér liggja fyrir til samþykktar drög að reglum veitingu fjárstyrks vegna lögmannsaðstoðar í vegna barnaverndarmála. Við erum að uppfæra reglur sem eru síðan 2010 og það komið tími á að breyta þeim bæði vegna nýrra barnaverndarlaga og annarrar málsmeðferðar og líka bara skerpa á atriðum sem ekki var tekið nógu vel á í fyrri reglum, til dæmis varðandi undir hvaða kringumstæðum við veitum þessa styrki og hvaða fjárhæðir eru og tímafjöldi og annað slíkt. Það líka tekið fram í nýjum reglum að börn eldri en 15 ára hafa sjálfstæðan rétt á því að óska eftir styrkjum út á lögmannshjálp, þannig að það réttarbót fyrir þau ungmenni. Þannig að ég ætla ekki að fara frekar yfir þetta, en það ánægjulegt að við séum að þetta liggi nú til samþykktar. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Orðið laust á nýju. Það enginn sem vill grípa það. Þá bið ég bæjarfulltrúa sem að samþykkja reglur Akraneskaupstaðar veitingu fjárstyrks vegna lögmannskostnaðar, samanber 47. grein barnaverndarlaga, að gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Reglurnar taka þar með gildi. Annar fundarliður hefur málsnúmer 22.09.282, samræmd móttaka flóttafólks, en Akraneskaupstaður hefur samþykkt að gerast móttöku sveitarfélag vegna samræmdrar móttöku flóttafólks. Á grundvelli þess mun Akraneskaupstaður og félags- og vinnumarkaðsráðuneyti gera með sér þjónustusamning samræmda móttöku flóttafólks
Samningnum þarf að tilgreina þann fjölda notenda sem Akraneskaupstaður hyggst taka á móti og veita þjónustu. Tillaga starfsmanna félagsþjónustu var lögð fyrir velferðar- og mannréttindaráð þann 7. febrúar síðastliðinn og var eftirfarandi bókað undir ráðsins. Velferðar- og mannréttindaráð leggur til að í þjónustusamningi á milli Akraneskaupstaðar og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis verði samþykkt að Akraneskaupstaður veiti að lágmarki 40 og að hámarki 80 notendum þjónustu á hverjum tíma. Akraneskaupstaður samþykkir jafnframt að veita á hverju ári að hámarki 60 notendum þjónustu á fyrsta ári í samræmdri móttöku. Bæjarráð samþykkti þetta erindi velferðar- og mannréttindaráðs á fundi sínum þann 16. febrúar síðastliðinn og málinu er hér vísað til endanlegrar ákvörðunar í bæjarstjórn. Og orðið er laust samræmda móttöku flóttafólks. Það er enginn sem að grípur orðið og þá bið ég þá sem að samþykkja samkvæmt því sem að farið var yfir hér í inngangi og sem samþykkja þjónustusamning Akraneskaupstaðar og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis samræmda móttöku flóttafólks. Það gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður, málsnúmer 23.02.072, Sundfélag Akranes málefni, er að erindi Sundfélagsins varðandi búnaðarkaup og bæjarráð samþykkti erindið en málið var til umfjöllunar í tengslum við afgreiðslu fjárhagsáætlunar í desember síðastliðnum. Búnaðurinn varð fyrir skemmdum, framkvæmdir við nýja búningsklefa á Jaðarsbekkum stóðu yfir. Bæjarráð fól sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að fylgja eftir möguleikanum á að sækja tryggingabætur vegna tjónsins og bæjarráð samþykkti kaup Akraneskaupstaðar á tímatöku búnaði. Búnaðurinn verður eign kaupstaðarins. Fjármagni samtals að fjárhæð krónur 3.290.000 verður ráðstafað að lið 2830 4995 og fært á deild 06510 4660 til að mæta útgjöldunum. Þannig að hér er að ræða viðauka, fyrsta viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2023 og er hér vísað til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þriðja fundalið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun ársins 2023 og gjörðu svo vel að gefa merki. Samþykkti með 9 atkvæðum. Fjórði fundarliður, málsnúmer 22.06.180, þjónustuþörf leikskóla, skólaárið 2022-2023. Er að ræða erindi frá Akraseli vegna barna með sértækar stuðningsþarfir. Bæjarráð hefur þegar samþykkt erindið á fundi sínum þann 16. febrúar síðastliðinn að veita fjármunum samtals að fjárhæð 5.666.000 til að mæta útgjöldunum sem að þessu skapast og fjármagni ráðstafað af lið 20 830 4995 og fært inn á deild 04 110 16 91. Þannig að hér er að ræða viðauka númer 2 þá við fjárhagsáætlun ársins 2023 samkvæmt framantöldu að fjárhæð 5.666.000 og orðið er laust þennan fundalið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 2 við fjárhagsáætlun ársins 2023 og gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Undir mjög dramatískum söng frá nágrönnum okkar í kór eldri borgara. Við förum í 5. fundalið, málsnúmer 23.01.002, fundagerðir bæjarráðs á árinu 2023
og lögði fram ein fundargerð frá fundi númer 3526 sem fram fór þann 16. febrúar síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það enginn sem á kveður sér hljóðs. Telst fundargerðin þá þar með framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 23-01-005, fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2023, lögði fram fundarnúmer 259 sem fram fór þann 20. febrúar síðastliðinn. Orðið laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það enginn sem óskar eftir að ræða neitt í henni, þannig að hún telst þar með framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 23-01-004, fundargerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2023, lögði fram fundargerð 210. fundarráðsins sem fram fór þann 22. febrúar síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Telst fundargerð skóla- og frístundaráðs þar með framlögð. 8. fundarliður, málsnúmer 23-01-003 til fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2023, lögði fram fundargerð 198. fundar ráðsins sem fram fór þann 21. febrúar síðastliðinn. Orðið laust og það bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson sem var orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar sem á Hlíða. Ég ætla að tala undir lið 2 og jafnvel 3. Hér eru lagðar til hækkanir á sérstökum húsnæðisstuðningi. Að færa þakið sem fólk, þar sem við þakið á honum upp í 90.000 krónur úr 70. Þetta hefur ekki verið hækkað síðan 2012 þegar þetta var sett á. Þannig það alveg komið tími til þess með að við hækkandi leigu og annað slíkt. Þannig að þetta er bót fyrir þá sem njóta þessa stuðnings. Og síðan ætla ég að tala undir lið 3 og þar erum við líka að leggja til hækkun á fjárhagsaðstoð og setja hana í þannig ferli að hún hækki miðað við samræmi vísitölu neysluverðs. Þannig að við séum ekki að taka ákvörðun það í bæjarstjórn á hverju ári hver grunnfjárhagsaðstoð er. Það er bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Orðið laust. Fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það enginn sem vill grípa orðið og telst þar með fundargerðin framlögð. 9. fundarliður, málsnúmer 22-03-045, fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2022 og lögði fram 325. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá fundi sem framfór þann 28. nóvember síðastliðinn. Og áður en ég gef orðið laust og þá ætla ég nú að lýsa yfir óánægju minni með það að svona gamlar fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur skuli vera á fundi hjá okkur núna. Og mun sem stjórnarmaður í Orkuveitunni ýta við því að þetta gerist nú svolítið hraðar en þetta. Þetta er eiginlega ekki til afspurnar. En orðið laust fundargerð Orkuveitunnar. Það enginn sem vill grípa það orð og telst fundargerðin þar með framlögð. 10. fundarliður, málsnúmer 23-01-018, fundargerðir frá Faxaflóahöfnum á árinu 2023 og lagðar eru fram 2 fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Fundi númer 228 sem framfór 6. janúar síðastliðinn og fundi númer 229 sem framfór þann 10. febrúar síðastliðinn. Og
orðið laust þessar 2 fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Teljast fundargerðirnar þar með framlagðar. Og við erum komin að enda dagskrár. Þetta var síðasti fundarliður. Fleira ekki dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og starfsmönnum fyrir þeirra vinnu og þakka sérstaklega Kór Eldri Borgara fyrir undirleik á fundinum. Þessu fundi slitið.